Nú, hann spyr hérna á myndinni sést graf fallsins fx, það er að segja þessi lína hér. Hann spyr í A-lið hvert skilgreiningarmengi þessa falls. Skilgreiningarmengi þá erum við að horfa á x-ásinn og þá erum við að horfa út hversu langt fer þetta fall hérna langt til vinstri. Og að því fallið heldur áfram bara endalaust upp og það fer bara endalaust langt til vinstri og sama að gerast hérna hægra megin, það heldur áfram hérna upp hægra megin og heldur bara áfram út x-ásinn, þá skilgreiningarmengið frá vinstri hlið séð þá heldur áfram óendanlega langt til vinstri en frá hægri hliðinni séð þá heldur það áfram endalaust hægra megin líka. Þannig að svona sýnum við skilgreiningarmengið frá óendanlegu vinstra megin til óendanlegs hægra megin. En hvert þá myndmengi þessa falls? Þá erum við að fara að horfa á y-ásinn og þá horfum við hversu langt niður fer þetta fall. Það stoppar hérna í -8 sem þýðir að það byrjar hérna í -8 og það lokað af því að það stoppar akkurat í punktunum -8. En hversu langt upp y-ásinn þetta að fara, þetta fall? Jú, þannig að það heldur áfram bara óendanlega langt hérna megin og reyndar líka hinum megin. Og að því að heldur áfram óendanlega langt upp y-ásinn, þá fer það hérna frá -8 og alveg upp í óendanleikan hérna á y-ásnum. Þannig að myndmengið þá lokað að -8 en opið í óendanleika upp. Nú, en hvað með A-liðinn? A-liðinn, þá ber hann að finna f að 2 og þá fæ ég út að y -8. Hvernig gerist það? Jú, ég fer að því að það stendur hérna f af 2, þá hann að tala að í staðinn fyrir þetta x, þá set ég 2. Ég sem sagt að elta x-ásinn og ég finn 2 og spyr hvar ég að hitta á þennan fleygboga eða þetta fall. Og eini punkturinn sem ég hitti á þetta fall ef ég fer hérna niður og enda í -8. En hvernig þá í delinum þegar það segir finndu f af 0, það að segja x-ið þá 0 og þá fer ég aftur eftir x-ásnum hérna og fer í 0-ið sem akkurat hér og til þess að fara á línuna á fleygboganum þá þarf að fara hingað niður í -4. Þannig að í-ið hér -4, svarið -4. En hvernig það ef við snúum þessu við? Þá segir hann finndu x ef fx 1. Það að segja ef y 1. Þá skulum fara hérna á y-ásinn og spá í út frá hérna 1. Hvaða x get ég dottið inn á hér? Og ég detti inn á 2x, það að segja 2 punkta. Ég detti inn á þennan punkt hér og ég detti inn á þennan punkt hér. Hvaða punktar þetta? Það að segja hvaða x þetta? Jú, hér þetta x-ið -1 en hérna þá detti ég inn á x-ið 5. Og að þetta eru 2 lausnir þá skrifa ég þetta sem x1 jafnt á -1 og x2 jafnt á 5. En hvað með ef að fx-ið jafnt á -4? Það að segja ef y-ið -4. Þá skulum fara hérna á y-ásinn og fara í -4. Og þá finnum við út hérna að á þessum y-4 þá kem ég tvisvar sinnum inn á fallið, þá kem ég tvisvar sinnum inn á hana fleygboga. Annars vegar hérna það sem að x-ið 0 og hins vegar það sem x-ið 4. Þannig að önnur lausnin þá 0, hin 4. Sem þýðir að lausn 1 þá 0 en lausn 2 jafnt á 4. Nú, já, láttu þetta vídeó nægja í bili, við tökum þetta í næsta vídeói.